Já, við ætlum að byrja í dag á að fara yfir atriði í verklegu æfingunum. Vorum með 3 æfingar í gangi í gær og hér er gömul skýrsla sem ég ætla að fá að nota til að fara yfir þessi atriði. Samfösunartaflan hérna, sjáu þetta nógu stórt, svona. Þar erum við með tengingar við samfösunarljósin og samfösunarsjána. Hún er hérna. Er einhver hér sem var í samfösunarverkefni? Já. Akkurat. Ég get líka bara skoða þetta betur með ykkur þegar þið hafið skýrsluna fyrir framan ykkur. En rennum bara aðeins í gegnum þessu atriði. Tengingin hér við samfösunarljósin er þannig að við erum með dimma tengingu. Við sjáum það út frá því að fasi 1, hann er hérna á móti fasa 1 frá rafalanum, U. Og miðjufasin VAF, hann kemur hérna inn á miðjuna og L2 á miðfasan á safnteinunum og L3 er þá yfir á L3 frá rafala sem er þá 12V. Svo að þau blikka í takt samfösunarljósin þegar það er rétt fasa röð og þetta stundum kallað þetta 4. atriði sem er algjört frumskilyrði þess að við getum fasað saman. Svo að þegar að rétta augnablikið er, þá er grænt ljós hérna og oftast þá erum við að reyna að setja rafalan inn og tengja hann sem framleiðanda, þannig að hann hjálpi strax til við framleiðslu leið og við tengjum hann inn á netið. Og hvernig förum við að því? Jú, þá hreyfast þessi ljós hérna sem er á samfösunarsjáni hér í jákvæða átt eða plús átt hérna. Við getum sagt líka með úrvísi eins og gamall úrvísir hérna gengur. Og þá er tíðnin á þeim rafala örlítið hærri heldur en á netinu eða á safnteinunum, samfösunartöflunni. Og þannig kannski í Landsvirkjunarkerfinu, þannig erum við að setja rafalana inn, þannig að þeir gefi strax frá sér inn á netið afl og taki strax þátt í framleiðslunni og síðan aukum við náttúrulega við raunaflið inn á rafalana með því að opna fyrir vatn eða ef þetta væri díselvél að auka við olíugjöfina þannig að þeir auki framleiðsluna og gefi meira aflinn á netið og taki þátt í framleiðslunni. En ef að við værum að fara með rafalan inn og hann væri á örlítilli undirtíðni, þá væru ljósin hérna að ganga á móti í mínusátt eða á móti úrvísinum hérna og þá kæmi rafalinn inn sem notandi. Ef við myndum skella honum inn hérna á rétta augnablikinu, það er alveg hægt, það gengur alveg og en þá er búnaður í rafalavörn mótorsins, rafalavörn rafalans sem að fylgist með því sem sagt hvort að sé bakafl frá netinu inn á rafalan og þetta er kallað bakaflsvörn sem að verður virk ef að bakaflið er nægilega mikið og stendur yfir í það langan tíma
sem innstillt í bakaflsvörnina, þá slær sem sagt þessi bakaflsvörn rafalanum út. Þannig að við erum að nota til dæmis þennan Q2 rofa til þess að tengja rafalan inn á netið, og ef við værum að koma inn með rafalan á of lágri tíðni og myndum tengja hann á réttu augnablikki, þá myndi hann tengjast við, en bakaflsvörnin myndi taka strauminn strax af undirspennusbólu og þá myndi aflrofinn detta út strax og rafalinn fer út af netinu strax. Annað sem að getur gerst ef að við sláum honum inn á röngu augnabliki, eða það einhver bilun í sjálfvirka samfélagsbúnaðinn. Við erum ekki með neitt sjálfvirkt hérna í þessari töflu hér í stofunni 106. Þannig að við þurfum að slá þessu inn á rétt augnabliki. En ef að við myndum slá þessu inn á röngum stað, þegar spenna á milli fasana, eða þá að ef að fasaröðin væri ekki rétt, þá getum við aldrei slegið honum inn nema bara á vitlausu augnabliki. Og það sem gerist þá í besta falli þá bráðna fara öryggin, bræðivörin fara, og ef það væri sjálfur einhvers staðar í þessari rás, þeir myndi líka fara út. Og hins vegar, ef við erum heppin, þá skemmist engin vélbúnaður, en það getur líka gerst ef við sláum inn á röngubliki, þá getur orðið skemmtir á vélbúnaðinn líka. Þannig að það þarf að passa mjög vel upp á það að það sé tengt saman á réttu augnabliki þegar við erum að passa saman. Þetta eru þessi 3 skilyrði sem að þurfa að vera fyrir samfæslunina. Frumskilyrði það að það sé rétt fasaröð, og hvernig getum við fundið það út? Jú, það ef við erum með þessa dimmutengingu svokölluðu, að þá blikka ljósin í takt, og ef það rétt augnablik, þá slökkt á öllum ljósunum. Og við getum haft aðra aðferð líka ef við notum þennan aflrofa Q2 til þess að tengja inn, fasa saman með. Þá getum við verið með lítið tæki eða lítinn mótor þar sem við tengjum hann að ofanverðu við þessa 3 fasa, og við könnum í hvaða snúningsátt fer mótorinn. Og ef hann fer réttsælis, þá það ákveðin snúningsátt hérna. Svo færum við hann niður fyrir, tengjum hann fyrir neðan rofan, hann náttúrulega ótengdur rofinn. Hann tengir ekki ennþá, við erum ekki búin að fasa saman. Og við könnum, hann að fara í sömu snúningsátt, sem sagt mótorinn. Ef að mótorinn snýst í sömu snúningsátt, bæði fyrir ofan rofan og fyrir neðan rofan, eða neðanverðu á rofanum, að þá rétt fasaröð. Það skiptir ekki máli í hvora áttina það getur líka verið ef hann færi í ranga snúningsátt, eða tengjum hann hérna, bara fyrir eftir hvernig við tengjum mótorinn. Ef hann fer í ranga snúningsátt hérna og fer í sömu snúningsátt hérna fyrir neðan, ranga líka, þá rétt fasaröð. Og þá allt í lagi. Við getum kannað þetta með líka tæki, þá eru 2 ljós á því sem að sýna, annars sýnir rétt fasaröð og hitt ljósið sýnir röng fasaröð. Þannig að það í rauninni aðalega þessar 2 aðferðir, að kanna með tengingu á mótor eða tæki hvort að sé sama fasaröð frá rafalanum og frá safnteinunum við þann rofa sem við notum til að fasa saman með. Eða hin aðferðin að nota samfélagslega með dimmri tengingu. Þannig að hver fasi með hverja peru fyrir sig, sem sagt 1 fasi á eina peru. Sami fasinn frá rafala sem á að tengjast saman, og frá rafala og inn á safnteina. L1 á móti L1 frá rafala og svo framvegis. L2 og L2 og L3 og L3. En
Já, þannig að þetta aðferðin við að tjekka á frumskilyrðinu, hvort það sé rétt fasa röð. Síðan, þegar það í lagi, þá þessi 3 atriði. Að það fyrst að stilla þannig að tíðnin verður rétt á báðum, bæði rafala og á netið sé sama tíðni, síðan að sé sama spenna á rafala og á safntennunum, og svo 3. atriði, það að það sé rétt augnablik. Þessi 3 atriði, ef að frumskilyrðið rétt, þá þessi 3 atriði, sama tíðni, sama spenna, rétt augnablik. Þetta þurfum að kunna alveg utan á, þessi 3 atriði. Og þá sem sagt, oftast þá reynum við að fasa saman þegar að innkomandi rafali á örlítið hærri tíðni heldur en netið, þannig að hann komi inn sem framleiðandi. Og þá eru ljósin að snúast í rétta átt með úrvísi og plús átt það merkt vel á tækinu. Og þegar grænljósið komið, þá tengjum við saman. Ok, þá skulum við halda áfram með æfinguna. Þetta voru svona atriði fyrir próf varðandi þessa samfélagstöflu. Það sem gæti verið spurt bakapsvörnina og þessi atriði varðandi, þessi 3 atriði varðandi samfélagstöfluna. Og þetta frumskilyrði gagnvart fasa röðinni. En síðan settum við álag á rafala 1 þegar við vorum búin að setja rétta spennu og rétta tíðni á hann. Við vorum bara með hann 1, tengdum hann inn á safntennuna og settum álag á hann. Og það sem gerðist var það að spennan datt niður í 300 og eitthvað volt. Hefur farið niður í 310 volt. Og tíðnin lækkaði líka úr 50 riðum niður í rétt rúm 46 rið, eða 46,5 rið. Það byrjar svolítið eftir hversu stórt álagið hvað spennan lækkar mikið niður og hvað tíðnin lækkar mikið niður. Og til þess að laga þetta, þá þurfum við að auka snúningshraðann til þess að laga tíðnina og til þess að laga spennuna, þá þurfum við að hækka segulmagnastrauminn. Auðvitað lagast spennan talsvert mikið þegar við aukum snúningshraðann aftur, því að það tvennt sem hefur áhrif á spennuna frá rafalanum. Það er hraði segulsviðsins fram hjá leiðurunum og líka þá segulmagnastraumurinn inn á rafalann sem hefur áhrif á spennuna. Þannig að fyrst lögum við tíðnina og þar hraðinn eykst á aftur, en spennan hefur lækkað örlítið samt sem áður, því að það mótþeklandi raunálagið sem á rafalanum. Það við setjum hitöld eða hitaelement á rafalan sem álag, að þá virkar það örlítið sem mótseglandi á pólhjólið. Þannig að spennan lækkar örlítið við það. Þess vegna þurfum að laga spennuna aðeins með því að auka segulmagnastrauminn og hækka þetta aftur upp í 400 volt. Já. Síðan slökktum við á rafala 1 og fórum að prófa rafala 2 og það atriði varðandi hann. Það var verið að lesa af hvað stóð á merkiskiltinum hans. Það stendur að sýndaraflið sé 15 kVA við 380 volt. Svo hægt að reikna það út að þetta 16 kVA við 400 volt. Og síðan hægt síðan straumurinn sem skráður á hann 22,8 ampere. Og það ætti að passa með við þetta ef við setjum þetta inn í
formúlunum fyrir sýndaraflið þá ætti þetta að ganga upp. Nú, við prófuðum Ravala 2 þannig, hann með sjálfvirka snúningshraða stýringu þannig að það hraðastýring við mótor sem heldur hann á réttum snúningshraða og við byrjum á því að kanna hvað segulmögnunar straumurinn þegar álagið ekki neitt, þannig í tómgangi. Þá var segulmögnunarstraumurinn 0,6 ampere og síðan settum við raunálag á hann og svona einhvers staðar milli 14 eða 15 ampere og þá jókst segulmögnunarstraumurinn sjálfkrafa vegna þess að þar spennustýring, sjálfvirk spennustýring sem að mælir spennuna út á rafalanum og ef að spennan ætlar að lækka þá eykur hún segulmögnunarstrauminn sjálfvirkt og þá hækkaði segulmögnunarstraumurinn upp í 0,92 ampere, þetta jafnstraumur og við tókum síðan raunálagið af og settum spanálag á, þriggja-fasa spólur sem við settum á og með sama straumálag, það bil 14 ampere og þá fengum við 1,36, miklu meiri straum heldur við þurftum við raunálagið og það sýnir okkur það alveg svart á hvítu að það sem við vorum að skoða varðandi spanálagið og sáturspyrnuna í bókinni sem við erum aðeins flett upp á sáturspyrnunni. Þar hefur segulsviðið frá sátrinu mótseglandi áhrif á segulsviðið frá pólhjólinu. Hérna erum við með raunálag, það hefur smá mótseglandi áhrif, ekki eins mikið eins og þegar við erum með spanáhrif. Hérna höfum við spanáhrifin frá sátrinu og við sjáum það að segulkraftinnar frá sátrinu, það keyra algjörlega á móti segulkraftinum frá pólhjólinu. Það koma út frá norðurpólum segulkraftinum en segulkraftinum frá sátrinu bara beint þarna á móti. Þannig að við þurfum að auka strauminn inn á spólurnar sem við sjáum ekki á þessari mynd. En til þess að auka sveifluna þá þarf segulmögnunarstraumurinn að aukast þegar við erum með spólur eða marga mótora í gangi. Það mikið fasvik spanálag og þá hefur þetta þau áhrif á sátrið að sátrið það vinnur gegn seglun eða segulmagni frá pólhjólinu. Þetta það sem við erum að sjá hérna. Fræðin að við erum að sjá nákvæmlega hvað við verið að benda hérna á í þessum fræðum hér. Sáturspyrnan að koma fram beint hérna í þessari mælingu hér. Að spanálagið, það hefur þau áhrif að við þurfum að auka segulmögnunarstrauminn rosalega mikið, alveg upp í 1,36 ampere. Miðað við vorum bara rétt undir 1 amperi með raunálagi. Þetta var það sem við vorum að skoða. Alltaf, gjör svo vel. Og síðan slökktum við á álaginu og svo spurt hérna hvaða hluti rafbúnaðarins séum að auka segulmögnunarstrauminn. Og það náttúrulega spennustillirinn, það sjálfvirki spennustillirinn í rafalanum. Við getum kannski sagt hérna sjálfvirki spennustillirinn í rafalanum. Já, þetta virkar, þetta gerist alveg sjálfkrafa. Og svo eitt sem við náttúrulega tókum eftir að tíðnin, hún haggaðist ekki neitt þó að álagið jókst, raunálagið var sett á hann, þá breyttist tíðnin ekki neitt. En rafal 1, hann hægði á sér.
En ástæðan fyrir þessu náttúrulega sú að við erum með gangráð eða við erum með regli í hraðabreytunum fyrir mótorinn sem knýr rafala 2. Þannig að ef að þessi reglir skynja það að það aukast álagið á rafalan og þar leiðir mótorinn sem að knýr rafalan áfram, að ef að þetta að gerast þá eykur hraðastýringin tíðnina á hverfisegulsviðinu. Það eykur hraðan á hverfisegulsviðinu til þess að mótorinn verði á sama hraða, það eykst skrikunin, hann ætlar að fara að hægja á sér mótorinn, það er eðlilegt, það er eðli hans að hægja á sér til þess að gefa meira afl inn á rafalan, að skammstöðsmótorinn virkar þannig. Við eigum alveg eftir að læra þetta allt saman skammstöðsmótorinn, hann verður að ganga hægar snúðurinn til þess að gefa meira afl frá sér út á ásinn, en það er það sem er að gerast raunlega. Og þannig að þið fáið skilningin á þessu seinna, en hann heldur rafalanum á réttum snúningshraða með því að auka hraða hverfisegulsviðsins í mótornum. Ég veit að þetta hljómar rosalega flókið núna, en við skiljum þetta seinna á önninni. En hér eru þessi atriði núna fyrir samfélsununa sem við skráum í skýrsluna, að í fyrsta lagi það er að spenna á rafala á safnteinum og spenna hafa í sömu tíðni, og síðan að velja rétta augnablikið þegar að við tengjum aflrófan inn eða rafalarófan þegar við erum að fasa á réttu augnablikinu. Kannski mætti síðan hafa það í huga að hafa innkomandi rafala á aðeins meiri tíðni, þannig að hann komi inn sem framleiðandi en ekki sem notandi. Síðan breyttum við samfarsonuljósunum til þess að við sæjum betur kannski þegar að rétt augnablikið væri að nálgast. Þau ljósin eru yfirleitt tengd á svokallaða ljósdimmatengingu. Þá fáum við miklu betur á tilfinninguna hvenær að augnablikið er að koma. Og hérna reyndar, fyrst voru samfélagsljósin tengd í dimmatengingu til þess að kanna það hvort að fasaröðin væri rétt. Og ef að fasaröðin er röng, þá eru bara ljósin að blikka óreglulega eins og við prófum í gær. En ef að þau blikka í takt og við erum með dimmatengingu, þá er rétt fasaröð. Og síðan hvernig eru samfélagsljósin þegar græna ljósið lýsir, að ef að við erum með dimmatengingu, þá er slökkt á öllum ljósunum þegar græna ljósið lýsir. Ef að við erum með ljósdimmatengingu, þá er þetta nokkuð rétt. Að ljósið að neðanverðu, það er slökkt, af því að það er miðfasin á móti miðfasanum. En A og B, þau ljós, þeim er víxlað á milli fasana, annaðhvort ofanverðu eða neðanverðu. Og það er oftast gert kannski á ofanverðu hjá okkur. En þannig að þau lýsa þau eru ekki kannski alveg með fulla birtu, en nokkuð góða birtu. Og þau eru náttúrulega með í rauninni eftir að vera með sömu spennu. En þannig er þetta oftast að efri ljósin lýsa, ef við skoðum aftur samfélagsljónatöfluna að efri ljósin lýsa, og þið sjáu það líka að sá hluti plötunar er hafður hvítur, og neðri hlutin af plötunni á samfélagsljósun er hafður svartur. Þannig að þegar að rétt augnablikið þá er þetta staðan,
að efri ljósin lýsa og neðra ljósið er slökkt. Þegar við erum með ljósdimma tengingu. Ok. Og þá ég búin að afgreiða þetta. Síðan settum við álag. Við fórum í að jafna álagi á milli rafalanna. Við fösuðum saman. Við settum raunálag upp í 10 kW og rafali 2, hann tók allt aflið á sig, 10,4 kW. Og það var áfram sami segulmögnunarstraumur á rafal 1 og en hins vegar hækkaði segulmögnunarstraumurinn á rafala 2. Straumurinn á rafalanum var mjög ójafn, fórum til 15 ampere á rafala 2 en bara nánast sami straumur á rafal 1. Hann var eiginlega ekki að gera neitt af því að hann er alveg handstýrður öllu leyti. Svo jöfnuðum við álagið, raunálagið á milli rafalanna með því að bæta við aflið við rafal 1 sem sagt, bæta við aflið inn á jafnstraumsmótorinn sem að knýr rafal 1 og þá jöfnuðum við raunálaginu á milli þeirra, 5,2 kW fór á hvort þeirra og straumurinn var svona tiltölulega jafn. Hann er kannski ekki alveg svona jafn á ykkur frá síðustu mælingu en við gerum ekkert í því að reyna að jafna þetta því að þetta er svo lítill munur. En þegar við erum með blandað álag á eftir þá verður miklu meiri munur eftir að við jöfnum raunálagið. Þannig að þá þurfum við virkilega að jafna því. Núna höfum við blandað álag, sem sagt við erum með spanálag, við erum með spólurnar líka og samt sem áður við erum með kannski ekki eins mikið raunálag. Við erum hérna með reynda 8 kW í þessari æfingu. Við vorum kannski með eitthvað aðeins minna síðast. En við byrjuðum á því að jafna raunálaginu milli og fórum með það niður í 4 á rafala 2 með því að auka við raunálagið sem sagt. Ef við værum með dísilvél þá myndum við auka við olíugjöfina á rafala 1, fyrir rafala 1 og þá erum við með hérna sama raunafl, sömu raunaflsframleiðslu á báðum rafalunum en straumurinn er mjög ójafn. Það er 12 ampere á rafala 2 sem að er með sjálfvirka spennustillingu þannig að hann sem sagt sér allan auka straum sem þarf að framleiða. Sem sagt, það er spanálag, þá þarf að senda meiri launstraum út á kerfið til þess að halda uppi spennunni. Því að það er það sem að ræður. Ef að spennan ætlar að lækka þá bara eykur rafalið 2 sem sagt sjálfvirkt við segulmögnunarstrauminn og við heildarstrauminn náttúrulega og það er heilmikið fasvik sem hann er að glíma við og þess vegna er straumurinn frá honum miklu meiri heldur en rafal 1. Rafal 1 er í rauninni að senda frá sér eingöngu raunstraum. Það er bara, hann er bara í fasa. Straumur og spenna í fasa frá rafal 1. Það er bara 7 ampere tilheyrir raunaflsframleiðslunni. Og þá þurfum við að jafna þessum mun á milli þeirra. Og hvað gerum við þá? Jú, við þurfum að fara í að auka segulmögnunarstrauminn á rafala 1. Við vorum með hann í 2,5 amperum hérna og förum með hann upp í 3,3 ampere. Jafnstrauminn, segulmögnunarstrauminn inn á rafala 1. Og þá erum við búin að jafna straumálagi milli þeirra upp í 8 ampere rúm á báðum rafalunum. Og við sjáum það að segulmögnunarstraumur á rafala 2, hann lækkar úr 1,1 amperi niður í 0,9 þegar við minnkum straumálagið á hann. Tökum þátt með rafal 1 í að segulmagna
sem sagt spanálagið. Og svo að þá hérna notum við segulmagnastrauminn, sem sagt aukum segulmagnastrauminn á þeim rafala sem framleiðir minni straum. Þannig jöfnum við straumálagið á milli rafalana. Fyrst vorum við að jafna raunálaginu, þá notum við raunaflið inn á þann rafala, jökum raunaflið inn á þann rafala sem framleiði minna raunafl, en síðan var launaflið mismunandi og sá sem framleiði minni straum, þar vorum við að auka segulmögnunarstrauminn. Þá jöfnum við straumálagið á milli rafalana. Þetta er það sem við erum að læra í þessari æfingu, það er að jafna álagi á milli rafalana. Og hérna var svarið við þessari spurningu. Ég er reyndar búin að bæta við annarri spurningu hérna, af því að hún er hérna tvöföld þessi spurning í æfingunni sem var. Ég er búin að setja nýja útgáfu af æfingunni inn með nýri spurningu hérna og við bara svörum því. Það var varðandi við förum bara setni í það var allt í lagi. Síðan þegar þið vinnið skýrsluna í þessu, að þá notið þið kassamyndina úr kafla 18 og takið í burtu hérna þann hluta sem tilheyrir sísegulrafalanum. Því að það er ekki neitt sísegulrafali í rafala 2. Þar er tekið bara hluti af spennunni frá sátrinu og sá straumur er notaður í að búa til segulmagnastraum til rafana. Og þannig að við erum með spennustillin hérna í kassa nr. 7. Í 1 eru segulspólur. Það er þetta eru rafseglar sem eru allan hringinn hérna í kringum þriggja-fasa vöf segulmagnarrafalans, og við búum til þriggja-fasa straum á ásnum sem á fulla að snúast, sem við breytum síðan í jafnstraum með afriðli sem hefur 6 díóður hérna. Það er kassi hérna nr. 3. Og jafnstraumurinn fer síðan inn á pólhjólið til þess að segulmagna rafalan, sem sagt segulmagna sátrið, eða spana upp spennu í sátrinu, sem er hérna nr. 5. Og síðan kemur straumurinn og spennan til álagsins hérna og aflið og það allt saman. Þannig að þetta er myndi 1838 sem þið notið til að svara þessari spurningu í æfingunni. Og aðalmunurinn á rafala 1 og rafala 2 er til dæmis það að rafali 1, hann er 6 póla með 3 pólpör, hann snýst þess að hægar, 1000 snúninga á mínútu. Rafali 2, hann er 4 póla eða 2 pólpör, hann snýst þess að 1500 snúninga á mínútu. Og rafali 2 er náttúrulega með allt sjálfvirkt, hann er með sjálfvirka spennuregli og hann er með regli líka á hraðanum, eða hann fær frá mótor og hraðastýringu alltaf fastan snúningshraða, alveg frá álagslausu og upp í fullt álag. Honum er haldið á hárréttum snúningshraða allan tíman. Nú, síðan er spurt hérna, af hverju ósköpunum tók rafali 2 allt aflið þegar sett var álag á rafalan í samkeyrnslu? Jú, það var akkurat þetta sem ég var að sleppa orðunum af. Það var af því að hann er með sjálfvirka hraðastýringu, mótorinn sem að knýr rafalan, hann er með sjálfvirka hraðastýringu sem að ef að hraðin ætlar eitthvað álagi eykst og hraðin ætlar að minnka, þá skynjar hraðastýringin það og sendir meiri snúningshraða á hverju segulsviði til þess að halda alveg hárréttum snúningshraða, 1500 snúningum á rafalanum. Þannig að það breytist ekki neitt. Og þess vegna tekur hann sjálfkrafa allt aflið á sig, rafali 2. Hann rífur það bara til sín strax. Ef við ætlum að færa það yfir á rafali 1, þá þurfum við að auka aflið með höndunum, alveg handvirkt.
En þetta ástæðan. Hann með sem sagt sjálfvirka hraðastýringu sem sagt mótorinn, þannig að rafalinn alltaf á réttum snúningshraða og þess vegna tekur hann allt álagið á sig sjálfkrafa. Ok, síðan þessi 3 skilyrði, og síðan spurt hérna 4. atriði sem við höfum í huga þegar áður við tengjum nýjan rafala inn á samferðstöðvartöflu einhvers staðar eða rafala sem kemur úr viðgerð, og það það að fasaröðin sé svo sama á rafalanum og netinu. Það mjög mikilvægt. Við þurfum að kanna fasaröðina fyrst ef við erum að tengja rafala sem að koma úr viðgerð eða setja nýjan rafala inn á kerfi. Þá þurfum við að tjekka á rétt fasaröð. Og við getum kannað þetta með samferðsluljósunum eins og ég var að fara yfir áðan með dimmutengingunni, og síðan eða að nota lítinn mótor og athuga hvað snúningsháttin fyrir að ofanverðu á rofanum og hvað snúningsháttin á neðanverðu. Ef það sama snúningshátt þá rétt fasaröð. Og þá það næsta hérna. Þessar teikningar eru líka til í bókinni, en þetta hérna teiknað upp í Multisim forritinu, og hér erum við með ljósdimmatengingu þar sem að við erum með mismunandi fasa hérna á vinstra ljósinu og hægra ljósinu, þannig að við erum með ljósdimmatengingu svo að við sjáum sem sagt betur hvenær að rétta augnablikið nálgast. Og í dimmri tengingu þá erum við með nákvæmlega sama fasa tengdan við hverja peru. Þannig að þegar rétt augnablik þá slökkt á öllum perunum í dimmutengingunni. Af því að það fasi á móti fasa. Það má ekki vera neinn spennumunur þegar að rétt augnablikið Það allavega sára lítið spennumunur. Því að ef það einhver spennumunur þá verður neista myndun á hérna snertunum í aflrofanum þegar að hann tengir saman. Þegar að nálgast rétta augnablikið. Ok, síðan hvað gerist ef augnablikið ekki rétt þegar fasaði saman, og í besta falli að þá hérna slá út öryggin eða bræðivörin brenna, og hugsanlega geta orðið skemmdir á rafbúnaði. Og á hérna segi ég vélbúnaði. Og hvaða 2 atriði hafa áhrif á stærð spennunar frá rafalanum? Það snúningshraðinn, við skal sjá það á tíðni, og líka segulstraumurinn inn á pólhjólið. Hann hefur náttúrulega miklu meiri áhrif, því að við reynum að hafa snúningshraðan alltaf réttan. En hann hefur áhrif, snúningshraðinn, það alveg klárt. Síðan þá ég þegar að reyna að lýsa hérna hvernig álagið jafnað á rafalagi samkeyrslu, og þetta fór ég yfir áðan, og hérna stutt lýsing á þessu að raunálagið jafnað með því að auka afl á rafalagi sem að framleiðir minna, eða ef að þeir eru misstórir að vera með þá rétt hlutföll á rafmagnsframleiðslu og raunaflsframleiðslunni með við stærð þeirra, og síðan að jafna launafl með því að auka segulmagnastraum á þeim rafala sem með minni straumframleiðslu. Og auðvitað gildir það líka ef það eru misstórir að það sé þá gert í réttum hlutföllum. Ok, og þá erum við búin með helstu atriði í þessari skýrslu. Þá tök ég næstu skýrslu. Það uppbygging ristarafala. Þessar 2 skýrslur eru fyrir fyrsta prófið, svona fyrir utan dæmin sem að þið reiknið fyrir þetta próf og ýmis atriði sem við erum að reyna að læra. Þessi tengimynd hér náttúrulega kannski ekki mjög nákvæm, en við erum að sjá hérna stjörnutengingu sem að rafalinn var settur í af þessari ljósmynd, en við ættum að geta fundið þetta aðeins betur annars staðar.
Hér höfum við mynd af stjörnutengingu og hérna getum við hugsað okkur að þetta sé tengibrettið sem er á feedback settinu eða getur verið tengibretti rafalans. Ég ætla að taka þessa mynd og setja hana inn í verkefnið. Kannski aðeins svo stóra, ég reyna bara að minnka hana hérna og færa hana yfir í verkefnið hérna. Hægra megin við þessa mynd hér, garna í henni hérna einhvers staðar. Ok, ég ætla að minnka hana aðeins, svona passi hérna, já, svona já, það er nú lítilega, þið sjáu þetta eða ekki, sko, sjáu þessar rauðuleiðslur hérna, með þessum rauðuleysum hérna, þá erum við að búa til stjörnutenginguna sem við tengjum saman U2, VAF2 og 12F2 og þið sjáu það líka hérna á, þetta er stjarnan, stjörnupunkturinn U2, VAF2 og 12F2 og hérna þá aðalspennan, hún er fasaspennan sinnum rótin af 3, þannig getum við reiknað át en þetta er það sem var beðið hérna, að teikna mynd af tengibrettinu og fasavöfum rafalans. Þetta eru fasavöfin, alveg klárlega. Og við erum að sýna stjörnutengingu á myndinni. Það er gert hér, bæði hér og líka hér. Eins og tengibrettið er nákvæmlega. Við sjáum í efri hlutin hérna er U1, VAF1 og 12F1 og neðri hlutin er svo U2 hérna í miðjunni, VAF2 og 12F2 hérna. Og þið sjáu það eru mismunandi litir frá vöfum rafalans þannig að við sjáum hvern fasa í hverjum lit hérna. Ok, þetta var varðandi þessa tengingu. Við byrjum á því að mæla viðnámið í fösunum. Ég tekka á því hvort að það væri jafn mikið viðnám, bara til þess að kanna hvort að rafalinn væri yfir höfuð ekki mikið brunnin eða hvort það væri í lagi, svona sirka. Síðan var rafalinn settur á einhverja ferð, mældur hérna snúningshraði 1200 snúningar á mínútu og segulmagnastraumurinn var stilltur upp í 2 ampere og hérna mældur 50 volt á öllum fösum, fasaspennu sem er mæld frá stjörnupunktinum og út í hvern fasa fyrir sig. Yfirleitt erum við að fá einhverja aðra spennu hérna, en það er bara allt í lagi að fá einhverja aðra niðurstöður, bara besta mál. Síðan vorum við með sveiflusjá, litla sveiflusjá og gáðum að hvernig leit fasaspennan út á álagslausri rafala og þessi sveifla frá rafalanum, mynd af spennu rafalans, segir okkur það að hann gefur okkur ekki hreina sínusbylgju og þar af leiðandi þá erum við ekki með hlutfallið milli aðalspennu og fasaspennu eins og hann á að vera. Hvað á hann að vera? Hann á að vera rótin af 3, eins og við lærðum í síðasta áfanga, þó ekki mjög mikið. En núna lærum við miklu meira þetta og notum þetta hlutfall miklu meira. Það er rótin af 3. En yfirleitt þá erum við að mæla eða reikna út þetta hlutfall 1,62. Rótin af 3, ef við sláum þessu upp í vél, er 1,73 er það ekki. Það er miklu herri tala. Hvað er rótin af 3? Sem hérna, kvadratrót af 3, sama sem, það er 1,732 og svo framvegis. Þannig að það sem að þeir fundu út hérna, eða mældu, var hérna eitthvað allt annað, reyndar, eitthvað miklu lægra, en það var bara, það getur líka komið út einhver önnur mæling, eðlilega. En hér er spurt er útlitið á spennu frá rafala sínuslægað? Nei, ástæðan fyrir þessu er náttúrulega
fyrst og fremst það að jafnstraumurinn, segulmannstraumurinn, hann ekki stöðugur. Hann afriðaður með 4 díóðum, þess vegna erum við ekki með stöðugan jafnstraum inn á pólhjólið. Og síðan það líka lögun inn á pólhjólinu sem að hefur þarna að segja. Það eiginlega algjörlega hringur núna, en það myndi hjálpa til ef það væri aðeins kúftara. En síðan sem sagt að kanna þetta hlutföll milli aðalspennu og fasaspennu. Aðalspennan var stillt á 60 volt, og svo fasaspennan var mæld, og hún hefur eitthvað farið hérna úrskeiðis með þessa mælingu því að þetta aðeins hærri spenna sem mælist hérna á fasanum. Þannig að hlutfallið talsvert lægra heldur en við höfum oftast með. Við fengum þarna 1,57 en oftast eru að mæla þetta 1,62. En allavega þetta var bara þeirra mæling og þeirra niðurstaða. Og sem sagt Rotenna 3 1,73 og við fáum það ekki vegna þess að spennan ekki sínushlaða frá þessum rafala. Og síðan prófum við að setja álag á rafalan, tengdum þetta 3 spennur, 3 fasa inn á 3 perur og þá fengum við strauma, sem sagt mældum aðalstraum hérna 0,5 ampere en fasastraum 0,3 ampere og stiltum á 110 volta aðalspennu. Vantar hérna einingarnar, aðeins að laga það. Straumur hérna amperum og hérna fasastraumurinn 0,3 ampere. Og síðan var notað hlutfallið sem að reiknað var út hérna fyrir ofan til þess að kanna hvort að við fengjum sömu fasaspennu ef við reiknum í sama fasastraum og við mældum. Við tökum aðalstrauminn 0,55 ampere og deilum með hlutfallinu 1,57 hérna. Venjulega deilum við með 1,62 eða kringum 1,6 og þá fáum við í niðurstöðu sem einhvers staðar í kringum 0,3 ampere. Hérna fengu þeir 0,35 vegna þess að stöðullinn var svona lágur og reyndar straumurinn var svona aðeins í hærri kantinum líka, 0,55 í staðinn fyrir bara 0,5 ampere sem oftast mælt í þessu. En hérna var sem sagt skekkja upp á 0,05 ampere en við getum lifað við það. Þetta náttúrulega bara módel þessi rafali og það má gera ráð fyrir talsvert mikill skekkju í þessu. En síðan var hérna kannað heildarafl og fasaafl og það var þá reiknað hérna út frá hlutfallinu. Já, hérna gleyma þeir að nota hérna sem sagt ef við erum að reikna út raunaflið eða sýndarafl þá notum við Rotenna 3. En hérna gleymdu þeir að setja inn þetta hlutfall hérna eins og þeir voru með 1,57. Það ætti að vera hérna sinnum 1,57. Og þá fá þeir líka hærra afl, hærra sýndarafl eða hærra raunafl, því við erum bara með hérna, perur sem hreint raunafl, þá þetta bara raunafl. 1,57 hefði þetta átt að vera og þá þurfum við að laga þessa niðurstöðu. Við gerum það bara seinna. Þannig að ég búinn að leiðrétta þetta hjá þeim hérna aðeins, eða aðeins að byrja að leiðrétta allavega. En síðan hægt að
Já, síðan fara þeir og finna út raunaflið. Sem sagt, einfaldast að finna út fasaaflið út frá heildaraflinu, þá er hægt að segja bara að heildaraflið deilt með 3, það er fasaaflið. Það er einfaldast. Og náttúrulega auðvitað ef það er sínusleg spenna, þá er það í lagi. En það gæti verið eitthvað annað hérna. Þá náttúrulega notum við það svo straum kannski og slíkt. En síðan er spurt hérna, hvað er átt við með orðinu póldeiling og hvernig er hún í rafalanum? Póldeiling er fjarlægðin í gráðum á milli póla á pólhjóli vélarinnar, til dæmis, eða náttúrulega þetta skota líka í sátrinu, en það er einfaldast að gera þetta á pólhjólinu sjálfur, sko. Þannig að þá erum við með 90 gráður, af því við erum með 4 póla í þessum rafala, þá er 90 gráður á milli póluna og þá er hérna póldeilingin 90 gráður. Síðan eigum við að lýsa ástandi rafalans ef að sambandi slitnar inn á sleituringi. Þá missir rafalinn segulmögnun og það þýðir það að spennan hún bara dettur niður. Það er bara rafalinn hættir að framleiða rafmagn eða spennur. Og hvert er samhengið milli segulmagnastraums og spennunar sem að rafalinn framleiðir? Ef við aukum segulmagnastrauminn þá eykst spennan rafalann. Þannig að það getur kallað að segja þá í réttu hlutfalli. Hver er tíðni framleiddar spennu rafalans ef að snúningshraðinn er 750 snúningar á mínútu? Og þá getum við sett það inn í þessa formúlu fyrir tíðnina. Það á að vera litla f hérna. Gerist oft sjálfkrafa þegar maður skrifar hérna inn. Og þá fáum við út af því að þetta hérna er sem sagt 25 rif. Þannig að, já, svarið er sett hérna, vantar eininguna, hertz, hérna. Og skilar rafalinn sama sýndarefli við stjörnu og þrítengingu. Já, sko, það er fyrir mismunandi spennu, sem sagt. Ef það er mismunandi spenna, þá, þegar hann er hærri spennu, þá gefur hann minni straum. Ef það er lægri spennu, þá gefur hann meiri straum. Þannig að, sem sagt, sýndarafli ætti að vera það sama. Það er það yfirleitt á öllum svona 3 fasa rafalum. En það vantar bara rökstuðningin hérna með útreikningum. Við þurfum bara að gera það við tækifæri. Og síðan er eftir að setja rásina upp í herfiforritinu, sem sagt multisim. Það gerum við líka seinna á spennunni. En nú ætlum ég að fara í það sem einhverjir eru að bíða eftir. Það er hérna síðasta skýrslan. Það er hérna 1C. Hérna er sem sagt tenging mótors við net í gegnum segulroða. Allir með það tilbúið. Við vorum með tengimynd sem við tengdum eftir. Ég ætla aðeins að renna í gegnum hana og svo að þið getið þá skrifað inn á svona skýringu. Sem sagt, hvað gera þessar snertur hérna, til dæmis 95, 96 og 97, 98? Jú, þetta eru snertur úr yfirálagsvörninni sem er hérna í kraftrásinni. Hér er yfirálagsvörnin að fylgjast með straumnum sem að fer að mótornum. Eða fer í gegnum mótorvöfun. Það er náttúrulega fram og tilbaka. Og ef að mótorinn lendir í yfirálagi, þá hitna sem sagt elementin hérna sem að hita upp tvímálminn, það eru sem sagt fjaðrir sem sagt úr málmi með mismunandi þenslustöður og ef að þessi tvímálmur eða þessi tvímálmsfjöður hitnar að þá hérna bognar hún og við ákveðin hita þá slær hún hreinlega þessu snertum út. Þannig að þá rofnar straumurinn að segulspólunni og segulrófinn dettur út og mótorinn missir spennu. Og þetta er til þess að verja mótorinn fyrir of miklu álagi. Þannig að þarna er verið að fylgjast með straumnum inn á mótorinn með yfirálsvörninni.
Hlutverk snertana og hlutverk alls búnaðars í stýrirásinni þá hér eru starffróðar sem að ræsa, það er þetta að ræsa á 2 stöðum. Við getum ræst þetta upp í brúnni annars vegar. Það eru þessi starffróðar sem að gera það og svo er þetta stoppa líka upp í brú eða að stoppa niður í vél og líka að ræsa niður í vélarrúminu. Svo að það er þessi startróðar 2 og stoppróðar þessi 2 hérna. Síðan erum við með sérstaka snertu úr segulrofanum sem er kölluð hjálparsnerta. Og þetta er ekki kraftrásasnerta sem sagt, heldur snerta sem að er bara fyrir minni straum, sem að heldur segulrofanum inni og við köllum þessa hjálparsnertu sjálfheldu eða sjálfhald vegna þess að hún heldur segulrofanum inni eftir að við erum búin að ræsa. Þegar við erum búin að íta eins og á start, þá helst rofin inni vegna þess að rofin það skiptir alveg stöðu, alla snertu skiptir stöðu og sjálfheldan 13 og 14, hún tengir og helst inni og heldur sjálfur sér inni á rofin. Hjá ykkur þá var þessi snerta merkt annarkot 53 og 54 eða gat verið 83 og 84. Það er bara fyrir eftir hvað tegundar segulrofun þetta er. En ef við hefur verið með að nota Siemens-rofa þá er það 13 og 14 ef það er frá Schneider eða svo sagt Telemecanic þá getum verið 53 og 54 eða 83 og 84. Og spólan í segulrofanum, hún er merkt hérna A1, A2. A2 tengist oftast í 0 og A1 er frá þessum stopprófa hérna til dæmis. Hvað er fleira hérna í rásinni? Í stýrirásinni er þá sjálfar hérna í töflu til þess að verja ef að verður eitthvað, getur orðið einhver bilun í stýrirásinni, þá er þetta til þess að verja leiðarana og búnaðinn fyrir ómiklum straum. Þannig að það er sjálfverið fyrir þetta. Sem sagt, ef við rennum yfir þetta á hlutverkið, sem sagt, það er varið, það ver fyrir skamhlaupi eða ómiklum straum í stýrirásinni. Síðan er yfirálsvörnin sem ver mótorinn fyrir ómiklu álagi og það er þessar snertur hérna í yfirálsvörninni 95-96. Sú snerta rífur strauminn af segulrofanum ef að verður of mikið álag. 97-98 snertan gefur samband inn á gaumljós ef að verður of mikið álag. Síðan höfum við stjórnborðið, þá höfum við ræsirofana, startrófana 2 og stopprófana 2 og síðan erum við með hjálparsnertu sem er kölluð sjálfhelda. Eða sjálfhald. Nú hún líka kölluð haldsnerta og hún heldur segulrofanum inni eftir að við störtum. Síðan náttúrulega dettur þetta út sjálfhaldið þegar að við stoppum, ítum á stopprófan. Þá hættir rofin að haldast inni og þá breytir þessi snerta stöðu og rífur strauminn þannig að þá dettur bara rofin út og við getum startað aftur upp á nýtt. Við erum búin að tala stýrirásina. Tölum núna kraftrásina, nema sé einhver spurning varðandi stýrirásina. Engin spurning ennþá. Í kraftrásinni þá höfum við bæði sjálfar, þetta er rauninni aðalega sem skammhlaupsvörn, F2, skammhlaupsvörn. Og síðan höfum við 3 aflsnertur úr segulrofanum til að slökkva og kveikja á 3-fasa mótornum. Og síðast erum við með yfirhálsvörnina hún er yfirleitt fest við segulrofan, skrúfum föst við hann og yfirhálsvörnin fylgist með straumálagi mótorsins. Þannig að hlutverk F2 sjálfvarana er skammhlaupsvörn
fyrst og fremst. Þannig ef það verður skammhlaup einhvers staðar í mótornum eða einhvers staðar á leiðinni, í köplum eða leiðslum á mótornum, að þá rýfur F2. Sem sagt, skammhlaupsvörnin rýfur við skammhlaup. Og það er sem sagt, það eru tvær varnir sem eru mjög mikilvægar fyrir framan mótor. Það er skammhlaupsvörn og yfirálagsvörn. En síðan er bara hlutverk þessa hluta hér sem eru afstötturnar úr segurónum. Það er bara að rjúfa strauminn að mótornum eða tengja mótorinn þegar hann á að vera í gangi. Rjúfa og tengja. Það er hlutverk afsnefnana hérna. Þá erum við, held ég, búin að fara í gegnum hlutverk á öllum þessum þáttum í kraftrásinni líka. Við eigum eftir að skoða sem sagt, hvort að mótorinn þarf að vera stjörnutengdur eða þrívíddartengdur. Við þurfum að fara í það mjög fljótlega bara strax þegar við förum í mótorakaflann. En það skoðum við líka náttúrulega í varðandi rafalana. Þegar maður framleiða ákveðna spennu þá þurfum við að tengja í mismunandi eða sem sagt lægri spenna ef þrívíddartengingin, hærri spennan stjarnan. Við förum í það betur seinna. Síðan, við erum sem sagt búin að lýsa vinnumáta-stýrirásarinnar og svo var við að reyna að lýsa hérna hlutverki einstaka hluta stýrirásarinnar. Það var ég að reyna að gera hérna áðan. Þannig að ég ætla ekki að fara í þennan texta sem að strákarnir voru að skrifa. Síðan að lýsa vinnumáta kraftarásarinnar. Við getum bara sagt það að við þurfum að hafa skammhlaupsvörnina inni, sem sagt þriggja-fasa sjálfvarið, það verður að vera inni og þá getum við fengið straum á mótorinn með því að kraftarásasnerturnar koma inn og tengja mótorinn við þriggja-fasa spennu og þá fær mótorinn það afl sem hann þarf frá netinu innan þeirra marka sem að yfirráðsvörnin passar upp á. Og síðan hérna prófun á yfirráðsvörn á hvaða straum á yfirráðsvörnin að vera stillt. Hún á almennt að vera stillt á málstraum mótorsins. Í öðru, við erum með tvo mótora. Annar mótorinn er með ástimplað 8,2 ampere. Hinn mótorinn er með 8,8 ampere, en það er sennilega miðað við þá 380 volta spennu. En þessi mótor, hann er merktur fyrir 400 volta spennu. Þannig að almennt séð ætti þetta kannski vera stillt á 8,2 ampere. Og síðan þá mældu við strauminn sem að mótorinn tók þegar hann ásinn var festur, snúðurinn hann snerist ekki neitt. Við vorum í rauninni að gera það til þess að láta hann taka of mikinn straum og láta hann slá út. Önnur aðferð við að prófa svona mótora, ef þið getið ekki fest snúðinn, þá getið verið að prófa yfirráðsvörnin í einhverju dæmi hjá okkur, þá getið tekið bara einn fasan að mótornum úr sambandi. Þannig að það vanti fasa inn á. Það má náttúrulega ekki hafa mótorinn lengi í gangi þannig og þannig að þið myndið sjálflega slá honum út svona innan kannski 15 sekúndna eða þetta fyrir eftir hvað mótorinn er stór og allt það. Þannig að ef þið værið að prófa einhverja vörn hvort hún myndi virkilega virka eða síðan að fram að hún virki eða virki ekki, þá getið þið prófað þetta. Ef þið getið ekki komist að því, eða komist þannig að mótornum að getið testan, að þá er hægt að taka einn fasa úr sambandi. Þá tekur hann óeðlilega mikið straum og þá ætti hann að slá út eftir eðlilegan tíma ef að yfirráðsvörnin er rétt stillt. Og ef hún er stillt á málstraum mótorsins þá ætti hún að verja mótorinn ef hann myndi missa eitt fasa. Það getur gerst. Til dæmis ef að bara
ef það eru bræðvörðin í töflu eða bílar ein snerta í sjálfari eða eitthvað, hún gefur ekki samband og ef mótorinn missir einn fasa sem sagt, og þá getur mótorinn verið að taka alltaf mikið straum og þá á yfirráðasvötnin að slá honum út. Og þetta getur í ræsingunni, þá getur hann alltaf alveg upp í svona um það bil eða tæp 60 ampere og tíminn einhvers staðar í kringum 4-5 sekúndur svoleiðis. Það þarf að setja hérna S fyrir sekúndur. Ok, síðan hvaða varnir þurfa að vera í kraftrás mótorsins? Við þurfum að hafa bæði skammhlaunsvörn og yfirráðasvörn. Og það er að leiðrétta hérna smávillu. Og síðan beðum að lýsa því hvernig yfirráðasvörn í segulrófa eða hvernig virkar yfirráðasvörn. Þetta náttúrulega, yfirráðasvörnin ekki staðsett inn í segulrófa. Spurningin ekki alveg nógu nákvæm. Hérna ætti bara að vera hvernig virkar yfirráðasvörn, spurningamerki. Þannig ætti spurningin að vera. Þegar straumur nær vissu hámarki sem stillt á henni, þá slær hún rásinni út til að varna bruna og ekki hægt að slá henni strax inn því að tvímálmurinn þarf að kólna tilbaka. Þetta ekki alveg rétt hérna. Því það ekki hitaelement, því að það tvímálmurinn sem þarf að réttast tilbaka. Það þarf að kólna og réttast tilbaka. Því tvímálmsfjaðrirnar þurfa að kólna og réttast tilbaka. Hvað gerist núna? Réttast tilbaka. Til þess að það sé hægt að endur setja vörnina. Það stendur oft reset eða R eða eitthvað svoleiðis getur verið á takkanum. Ég held að það oft á þessum búnaði reset. Já, svo tvímálsfjaðrirnar verða að kólna og réttast tilbaka áður en það hægt. Þess vegna tekur þetta smá tíma áður en við getum endursett tvímálsvörnina. Og hvernig á að stilla yfirráðasvörn á mótorsins? Þá að stilla hana á málstraum mótorsins. Það bara svoleiðis. Og málstraum mótorsins það sem að framleiðendur gefur upp á mótornum. Hvað átt við með sjálfhaldi í stýrirósum fyrir segulrófa? Það sem sagt oft svona snertukubbur sem ofan á segulrófanum, en það þarf ekki til að vera. Það getur verið alveg sem sagt það sé hjálparsnerta sem sambyggð inn í segulrófanum. Hún þegar að rofinn kemur inn, þá rauninni lokast þessi snerta sem við köllum sjálfheldu og tengir fram hjá rauninni startrófan. Hvað segir hérna? Og snerta sem fær á sig straum við lokun segulrófa, eða þegar segulrófinn kemur inn.
þegar segulrofi kemur inn eða segulrofi ræstur og heldur straumi á spólu segulrofans, spólu segulrofans þar til þrýst á stopprofa. Svona. Þá það svona. Ofan á segulrofa snerta sem fær á sig straum þegar að segulrofi ræstur og heldur straumi á spólu segulrofans þar til þrýst á stopprofa. Þetta ætti að vera nægilegt svar. Hvaða númer hefur snertan sem þú notaðir í sjálfheldu í stýrirásinni? Hún var annarkvort 8384 eða 5354. Svona. Við merkjum þetta svona. Ok, vista. Og þetta þá komið. Þá erum við búin að fara yfir allar skýrslunar sem fórum yfir í gær. Og þá erum við bara rétt að byrja. Nú skulum við skoða hvað við að taka fyrir. Ég setti inn kennsluáætlunina inn á innuna. Ok, innan hérna. Og við förum hérna í þetta. Þá sjá. Við skoðum núna hérna aðeins pólhjólið, kælingu, tíðni og spanaða spennu. Og það þá hérna í bókinni. Þetta pólhjólið. Hér höfum við fjórapólavél. Hér þessi vél, hún alveg eins og í æfingu 1B. Þar erum við með 4 póla og við sjáum það að hér þá 90 gráðu póldeiling. Það var eina af þessum spurningum í verkefninu. Frá norðurpól til suðurpóls þessast 90 gráður. Þannig sjáum við það svart og hvítu. Og ég var aðeins búinn að fara yfir þessa töflu, varðandi póla og svoleiðis. Og svona lítur þriggjafasaða reiðspennan út sem við erum að framleiða með rafalanum. Og það búið að fletja út sátrið. Sáttu járnið, það byggt upp af mörgum þinnum til þess að minnka hvirfilstraumstöp og segultregðutöp. Og við förum ekki í vindingafræði í þessum áfanga, við sleppum þessum hluta af bókinni. Skoðum aðeins pólhjólið sjálft. Hérna höfum við 4 póla á þessu pólhjóli. Segulspólurnar hérna, þær eru með jafnstraum til þess að hér geti myndast mismikið segulkraftlur út frá segulpólunum og við köllum þetta pólskó sem hérna á endanum, þennan hluta hérna af pólhjólinu og pólkjarna þar sem að spólurnar koma utan yfir og svo þetta ás vélarinnar. Og í rafalanum sem handvirkur hérna inn í hjá okkur, rafala 1, þar höfum við sleiturhringi og kol til þess að tengja segulmótnarstrauminn inn á pólhjólið
Því að þetta segulvaf hérna sem sýnt bara eitt vaf hér sem skipt í rauninni í 4 vöf til þess að búa til norðurpól hérna kannski, suðurpól, norðurpól og suðurpól. Þannig að við erum með 4 vöf hérna sem bara sýnt sem bara eitt heildarvaf hérna, segulvaf á pólum pólhjólsins. Það bara þetta hérna. Og það snýst þessast inn í sátrinu og spanar spennu og straum í sátrinu sem við búum til fyrir álagið. Og þannig að svona þurfti að gera þetta hérna áður fyrr, tengja straumin í gegn með kolum inn á svona sleituringi. Þetta voru svona messingringir eða koparringir. Kæling, þetta yfirleitt loftkældir þessir rafalar en allra stærstu eru vatnskældir. Tíðnin, hún fundin hérna út með, við þurfum að snúa til dæmis rafala sem 1 pólpar, 3000 snúninga til þess að framleiða 50 rið og síðan hérna lækkar snúningshraðinn eftir því sem að pólunum fjölgar eða pólpörunum fjölgar og þá sjáum við það út frá þessari formúlu hér. Og það ágætt að hérna fara í gegnum þessa töflu og reikna út þessar stærðir alla saman og rifja upp þessi hugtök. Sem sagt, pólpörun náttúrulega helmingi lægri tala heldur pólafjöldin. Síðan póldeilingin, það rauninni bara fjarlægðin í gráðum á milli pólana á pólhjólinu. Við erum að skoða út frá því. Og 1 snúningur í viðkomandi pólafjölda eða pólparafjölda gefur okkur til 360 rafmagnsgráður ef það bara 1 pólpar og 720 ef það eru 2 pólpör og svo framvegis hérna ef það eru 3 pólpör gefur það 1 snúningur 1080 gráður, rafmagnsgráður og ef það eru með 4 pólpör þá gefur það okkur 1440 rafmagnsgráður. Til þess að fá 360 rafmagnsgráður þá þurfum við að snúa rafala sem 1 pólpar 360 vélrænar gráður. Og ef við erum með 2 pólpör þá þurfum við að snúa þeirri vél 180 vélrænar gráður til þess að fá 360 gráður eða sem sagt eina sveiflu, einn hring. Í eina sínusbylgju getur við líka sagt. Og við þurfum að snúa 120 vélrænar gráður rafala sem 3 pólpör til þess að fá 360 rafmagnsgráður og við þurfum að snúa 90 vélrænar gráður rafala sem 4 pólpör. Þannig getum við farið í gegnum þessar stærðir í töflunni og áttu okkur á því hvað áhrif hefur það að vera með fleiri póla eða fleiri pólpör. Og þannig að þið skulið finna út hvernig þið reiknið á milli þessara stærða og spá í hvernig samhengið á milli þeirra. Nú, þetta vorum við búin að skoða varðandi spennuna, hvernig spenna myndist í rafala. Þá erum við með það leitt að þessari formúlu sem við notum í að túlka það hvernig við sjáum fyrir okkur framleidda spennu í rafala. Hér fasaspenna, íspenna rafalans. Þetta spenna sem það ekki búið að taka tillit til taps eða tapa í spennuframleiðslunni. Það stendur fyrir íspennu. Og þetta fasaspenna, framleidd spenna. Hér ákveðin svona heildarfasti, bæði þessu vélafasti og eitthvað fleira. Og síðan margföldum við með tíðninni, við erum oftast að framleiða 50 rið. Og síðan hámarksgildi segulkraftlínu straumsins. Það þetta phi max hérna, max stendur fyrir hámarksgildinu, max. Og það kraftlínu straumurinn og síðan margföldum við líka
vafningafjöldan eða vindingafjölda spólan í sátrinu. Það hefur líka áhrif hversu margir vindingar eru í sátrinu. En auðvitað breytum við ekki vindingafjöldanum eftir að við erum búin að byggja rafalan. Eina sem við getum breytt í rauninni fyrst og fremst segulmagnastraumurinn, eða sem sagt segulkraftlínustraumurinn. Það náttúrulega sá segulmagnastraumur sem við sendum inn á vélina, inn á pólhjólið, sem er aðal drifkrafturinn í því að fá spennuna rétta. Auðvitað ef að tíðnin breytist eitthvað eða hraðinn breytist eitthvað þá getur spennuframleiðslan breyst eitthvað ef við erum ekki með sjálfvirka spennuregli. Og þannig að þá sjáum við alveg beint samhengi milli breytingar á snúningshraða og breytingar á spennu. En yfirleitt tökum við ekki eftir neinni spennubreytingu þó að hraðinn breytist vegna þess að við erum með sjálfvirka spennustilla eða spennuregla á þessum rafalum. Ok, en síðan sem sagt, síðan er kannski ágætt að taka létt í gegnum sátuspyrnuna að ef við erum með raunálag þá hefur það smá mótsökandi áhrif, þannig að við þessum auka segulmagnastrauminn við aukið raunálag. Þegar við erum með spanálag þá þurfum við að auka mjög mikið segulmagnastrauminn inn á pólhjólið til þess að halda uppi réttri spennu. Það er alltaf lokamarkmiðið að halda réttri spennu út á rafalanum. Ef við værum með hins vegar marga þétta í sambandi eða langan jarðstreng sem að myndi valda rýmdaráhrifum, að þá hjálpar sá straumur sem að verður í sátrinu á þessu augnabliki, hjálpar til við seglun pólhjólsins, þannig að þá þyrftum við að draga úr segulmagnastraumnum til þess að spennan verði rétt út á rafalanum. Þetta er þessi þrjú atriði varðandi þessa sátuspyrnu. Afltap og nýtni. Þriggja-fasa afl. Við erum aðeins að tala núna þriggja-fasa rafala. Þá notum við róteinafremur, sinnum spennu, straum og raunaflstöðullinn. Það þarf að vera með ef við erum með fasvik í rásinni til þess að reikna út raunafl. Sýndarafl, það hins vegar einingin er voltamper, sem sagt vött fyrir P, raunafl, það vantar eiginlega að setja hérna vött, það kemur fram hérna sko. Yfirleitt er þetta gefið upp í kílóvöttum eða megavöttum, sem sagt raunaflið. En sýndaraflið, það er gefið upp í voltamperum eða kílóvattamperum, stærri einingu. Og finnum það út í þriggja-fasakerfum eða róteinafremur, sinnum spennu, sinnum straum. Og ástæðan fyrir því að afkastagetan er gefin upp í sýndarafli er að það er sem sagt straumurinn í rauninni oftast sem að takmarkar það hversu við getum framleitt mikið með rafalanum, því að við erum oftast með eitthvað fasvik og þá stoppum við alltaf á því að við erum búin að fulllesta rafalan straumlega séð áður en við erum búin að koma með fullt raunafl út á rafalanum. Og hérna er bara sýnidæmi. Ef við erum með raunaflið eða raunaflstöðulinn 1 hérna, þá getum við framleitt í þessu tilfelli hérna, þessu dæmi 10 kW og þá væri straumurinn sem væri á ferðinni 15 ampere rúm. Ok, ef að það er mikið fasvik og raunaflstöðull er bara 0,5, þá getum við bara framleitt 5 kW en værum samt með sama straum, 15 ampere. En þá erum við með launstraum sem að rafalinn verður líka að framleiða til þess að halda uppi réttri spennu. En þá erum við ekki með raunaflsframleiðslunni eða bara helming því sem að rafalinn gæti annars. Þannig að í þessu tilfelli hérna þá er rafalinn, hann er fulllestaður straumlega séð í rauninni í báðum tilfellunum, en þegar við erum með mikið fasvik hérna í þessu seinna tilfellinu, 0,5 er raunafstöðullinn, cos phi, að þá erum við bara með
helminginn af því raunafli sem að rafallinn getur framleitt. Og töpin í rafalanum eru núningstöp, járntöp og eirtöp. Og eirtöpin, þau breytast með álagsstraumnum eða aukast með álagsstraumnum í öðru veldi. Það er út frá þessari formúlu hérna, P samsem I í öðru sinnum R. Þess vegna aukast eirtöpin með straumnum í öðru veldi. Svo með nýtnina. Nýtnin er alltaf reiknuð út með þessum hætti að það er aflið út frá rafalanum deilt með aflinu inn. Að gefið afl, Við tölum við aflið út frá rafalanum, það sem rafalanum framleiðir, og það sem við fáum inn frá aflvélinni, það er aflið inn. Og nýtnin getur verið 87% í litlum vélum og upp í 98% í stórum vélum, rafvélum. Þannig að það er miklu betri nýtni í stærri rafvélum. Nú, orkan sem tapast í rafalanum breytist í varmaorku sem flyst burt með kælilofti og svo einstaka hluta vélarinnar eða kannski með kæli vatni líka, eða þetta er vatnskældir rafalar. Og við þurfum að passa upp á það að verði ekki ómikið straumala á rafala og einangrunarefnið, það er náttúrulega þarf að þola það sem að rafalinn hitnar, og við skoðum það í 19. kafla hitaflokka rafvéla. Við erum oftast að nota F hitaflokkin. Ok. Spurningarnar sem við ætlum að halda áfram að svara hérna í kaflanum, þær eru hérna líka. Í dæmi 19, sem sagt, þetta er þá í útgefnum bókum eftir 2004, þá erum við með rafala sem er merktur 500 kV-ampere, þetta er sýndarafl, sem stórt S. Rafalinn er spennumerktur 230 volt, þetta á við þríhyrningstenginguna, lægri spennan, /400 volt sem á við stjörnutengingu, og hann er gerður fyrir 50 eða framleiðslu. Hve stór þarf aflvél rafalans að vera ef nýtni hans er 0,88? Við máum teikna skýringamynd, hún er hérna fyrir neðan, og svo þurfum við að reikna þetta út. Og í rauninni skiptir ekki máli hvort við erum með þríhyrningstengingu eða stjörnutengingu. Við höfum upplýsingar nýtnina og við vitum hvað rafalinn getur gefið af sér, P út. Það er rauninni þetta tvennt sem við þurfum að vita til þess að geta nota nýtniformúluna. Það er sem sagt aflið út sem við vitum nýtnina. En venjulega snýr formúlan svona, nýtnin er saman sem aflið út deilt með aflinu inn, en þessi nýtnitalan er gefin hérna, eða hlutfallið 0,88, og þá þurfum við að snúa formúlunni eða einangra aflið inn, vinstra megin, við jafnaðarmerkið, og þá segjum við aflið út deilt með nýtni tölunni. Ef þetta hefði verið gefið upp í 88%, þá höfum við deilum með 100 fyrst. En sem sagt, þá segjum við hérna 100 kV-ampere eða kilowött. Sko, ef að raunaflsstöðullinn er 1, þá gæti rafallinn framleitt 500 kilowött. Þess vegna getum við þurft að gera ráð fyrir því. Og sem sagt, þá segjum við hérna 500, getur líka sagt 500.000, svo er alveg örugg. Gleym ekki satt 1000 partinum hérna. Deilum við með 0,88 og þá fáum við 500
68 kW sem að aflvélin þarf að minnstakosti að geta gefið af sér inn á rafalann. Og þá sem sagt aflið inn á rafalann merkt hérna. Það sem sagt það sem að kemur ásinn frá aflvélinni inn á rafalann og síðan aflið út sem sagt sem raforka 500 kW frá rafalann sem sett hérna inn á skýringarmyndina. Hér svo sem sagt B-liðurinn í þessu dæmi þá áttu að teikna skýringarmynd sem sýnir rafalann í stjörnutengingu annars vegar og þríhyrningstengingu hins vegar og merkja inn á myndirnar spennurnar sem rafalinn gefur frá sér. Og í stjörnutengingu þá gefur rafalinn frá sér 400 V spennu og var það ekki hérna í þessu hér? Jú, 400 V og 230 í þríhyrning. Þannig að hér sem sagt líka reiknuð út heildarspennan með því að segja rótin á 3 sinnum fasaspennan og hér varandi straumana þá sami aðalstraumur eða heildarstraumur og fasastraumur þegar við erum með stjörnutengingu. En heildarspenna fasaspenna sinnum rótin á 3. Og hérna höfum við bara aðra mynd. Og svo kemur þríhyrningstengingin. Þá sama spenna, aðalspenna og fasaspenna. Það 230 V spenna, það lægri spennumerkingin. En heildarstraumur þarna þannig að við þurfum þá að margfalda rótina 3 sinnum fasastrauminn en við getum reiknað líka fasastrauminn eins og sýnt hérna og þá segjum við heildarstraumur deilt með rótina 3. Þá getum við fengið út fasastraum. En þegar var fyrst og fremst beðið spennurnar. Lægri spennumerkingin þá tilheyrir þríhyrningstengingunni. Og hérna erum við með þá þessa mynd hérna þríhyrningstengingunni. Hér sýna sem sagt straumælinir, þessi tveir sýna fasastraumana og þessi sem tengdur út í L1 sýnir heildarstrauminn, aðalstrauminn. Ok, nóg það. En hérna, nú skulum við skoða dæmi 20. Hérna rafali í vatnsaflsvirkjun, hann merktur 6 kV. Þetta spennan. Við erum ekki lengur bara með þessa 400 V spennu, við erum með 6000 V spennu á rafala í vatnsaflsvirkjun. 50 rið, hann framleiðir 50 rið og þetta síðan sýndaraflið, hann 1,2 megavoltampere. 1,2 milljón voltampere. Rafalinn þryggjafasa og hefur 12 pólpör. Aliður, hver hámarksstraumur rafalans? Og við getum notað sem sagt sýndaraflsformúluna til þess að reikna þetta út. Þá segjum við að straumurinn, hámarksstraumurinn, þá S deilt með, setjum þetta inn í svega hérna, rótina 3 sinnum U, lókums á sveganum, þá fáum við hérna 115,5 ampere. Og síðan hver hratt þarf hann að snúast, þá notum við formúluna fyrir samfasa snúningshraðan, NS. Ok, takk. Þá það 60 sinnum tíðnin deilt með pólparafjöldanum sem var gefin hérna 12 pólpör. Heppin að fá þetta að gefa upp í pólpörum, ekki bara pólafjöldan. Pólafjöldin hefur verið helmingi hærri tala heldur en þetta hérna.
þá ef þetta hefði verið gefið upp í pólafjölda þá hefði þurft fyrst að deila með 2 til að fá pólpörin en þetta eru 12 pólpör þannig að hann snýst þá 250 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Og það, þú sér það